sæl árin góður, þetta góðir, áhörfundur góðir á INN. Þetta kokkaþátturinn Eldhúsmeistarana og við erum í eldhúsinu á Sjávarbarnum á mínum heimavelli. Heyrðu, ég með hérna rosalega flottan kokk. Hann hefur nú gert margt annað með æðina en hann kokkur líka, lærður sjókokkur. Gussi, þetta ekki rétt? Jú. Ha? Jú. Þú lærðir kokkinn? Já. Og við ætlum að fara og búa til nokkra rétti í nokkrum þáttum. Já. Og við ætlum að vera með svona comfort food og við vorum búin að ákveða að kalla þetta hérna, skal ég segja þér, við ætlum að kalla þetta hérna Cozy mat. Já, bara cozy mat. Já. Og við ætlum að gera þetta með nefinu og þú ætlar að elda og segja mig frá í leiðinni svona hvernig lífslupið hefur verið og svo ætlar að segja mér merkjaðar kokkasögur á sjónum og svo á þetta að vera svona ígjukeppni. Ég ætla alltaf að toppa þið með flottari sögur. Já. Gengur það? Já, líka sögur ibland. Já. Það gengur alveg. Og það ekkert. Það viðmótið. Piss. Heyrðu, en við erum hérna, við ætlum að byrja á að búa til hérna gellur. Já. Hann ætlar að byrja að búa til gellur eins og hann gerir í dag hérna, ekki? Nú bara byrjar þú. Þetta bara rosalega einfalt, sko. Ég bara með gellur hérna, tilbúnar. Já. Svo þetta bara eins og maður að steikja fisk, veltur þessu upp úr krydduðu, hveiti og raspi. Vantar ekki meiri feiti á pönnuna? Jú. Nei, ekki þessu. Jó, það þessi, já. Nei, ég ætla að nota þessi hérna. Já. Svona. Svo ætla ég bara að gera þetta, sko. Þetta smjör og olíu, ég blanda þessu alltaf saman. Já. Ég ætla ekki að gera neitt mikið með þetta, ég ætla að gera bara svona 5. 5, við verðum að smakka þetta. Við verðum að, eins og sjáur áhorfendur góði, þá þetta stæltir menn. Já. Þetta ætla ég að steikja bara á báðum hliðum í svona 3-4 mínútur. Já. Og síðan tek ég þær af. Já. Steiki grænmetið. Já. Svissa það, þangað til það fara að mýkjast. Já. Svo helli ég smá hvítvíni, sá ég hérna á. Já, það hérna. Já. Það í litlum brúsa. Það þessi hérna ekki? Já. Eða smísu, ef við ættum hana. Það gerir jafn mikið gagn. Já. Svo þegar ég búinn að... Viltu ekki hafa svolítið feita á þetta alls saman? Þetta alveg nóg feiti. Það, já? Já. Sko. Það vantar meira hita á þetta bara. Já, hita. Þetta svona flott panna. Þetta svona hérna, þú getur haft þetta meiri hita, sko. Já. Þetta stjórna þessu eins og gas. Já, því maður þarf alltaf að læra alveg saman hvað skipið þetta á. Já. Og alltaf að byrja að læra á græjuna sem er borð. Þetta aldrei það sama. Nei. Þetta svona spanpanna, hún rosalega fljótt. Þess vegna ætla ég að fara svolítið rólega á stað. Já. Ég ætla ekki að stúta þessu, sko. Nei. Heyrðu. Já. En þú ætlar að steikja þetta. Já. Og ég ætla bara að byrja á því að spurja þig svona hérna, að við ætlum að heyra svona... Já, þú ætlar að pumpa eitthvað, ekki? Já. Heyrðu. Hvað í fættur og svona... Já, heyrðu, þú sagði mér hérna að þú var haffyrðingur. Já, ég er gablari. Er það ekki Siggi Stormur á INN, en hann rosa flottur, hann gablari. Þetta hann líka stór skrítinn, ert þú ekki skrítinn? Jú, þú veist maður bara, það er ekki hægt nema maður sé svolítið klikk. Já. Það þarf bara að vera. Já. Nú ætla ég að lækka þetta, sko. Já. Svona. Já, ég er fæddur og alveg upp í Hafnarfirði. Já. Bjóð þar bara þangað til að 19 ára. Hvernig var skólagangar? Var þetta... Ömurleg bara. Já, það er það. Var þetta fræga einverst í gangi þá? Það var alls konar rugl í gangi þarna. Blessuð það betur. Og varst alltaf svona myndalegur bara strax sem barn? Já, ég var stór mjög fljótt. Já. Góður áburður í Hafnarfirðinum. Já. Þannig að það, ég var bæði að tuska og tuskast, sko. Já. En þú fórst í hérna, kláraði bara gangfræðaskólann eða hvað? Já. Og fórstu svo bara á vinnumarkaðinn? Já, ég kláraði hann og reyndi svo í framhaldsskólanum, sko. Já. Var rekinn tvisvar, skulda ennþá 4 einingar í Flensborg. Þannig að, ég veit ekki hvað það er í dag með vöxtum. Nei. Þannig að þetta er alltaf komið okkur ekki aðeinslega, ha? Já, þetta svona power hour. Þetta rosa græja. Já. Hún neitar bara að fara niður í þrjá. Og svo sagður mér líka að þú hafi verið bara í alls konar smíðavinnum og svoleiðis. En síðan hérna, og svo
byrjaður á sjónum? Hvað varstu gamall þegar þú byrjaður á sjónum? Herðu, ég fór bara, hverju á ég að ljúga þig núna? Ég það hafi ekki bara verið 89, ég er bara rétt rúmlega 20. Jæja, Heyrðu, nú vorum við að taka grammeti, nú vorum við búin að steikja hérna. Steikja gælunar. Nú borgar sér bara að slökka alveg aftur. Já. Og svo bara steikja þetta. Nú ætla ég bara að taka, ég nota bara yfirleitt það sem ég á í ískapnum. Ég er ekkert vandlátur á það. Já. Og það vill svo til að við eigum rosalega fínt grammeti, við höfum blómkál og brokkoli og smá lauk, það verður alltaf að vera smá laukur. Og þú svissar það svona aðeins? Já, svita, glæra þetta eins og það er kallað. Kokkaldir, já. Já. Heyrðu, en við vorum komnir. Já, ég var að ljúga þér eitthvað. Já, og vorum að tala þú var að byrja hérna, þú varst í Hafnarfirðinum og varst að með skólagönguna og síðan byrja á sjónum. Hvað varst þú gamall? Nei, þá fer ég vestur bara fljótlega eftir að ég gafst upp á því að reyna að læra eitthvað. Já, og segðu mér hérna, fórstu þá að vinna í fiski? Já, fór bara vestur. Í frystihúsi? Já, ætlaði að vera þar bara á vertíð. Já. Og ílengdist þar í 8 ár. Já, og hvað varstu þá bara í tækjónum eða? Ég var allstaðar, ég var á snýrting og pökkun, ég var á tækjónum. Og varstu að stála fyrir kellingarnar? Nei, ég er ekki nógu lyginn til þess. Það þarf að vera hauglygnir að halda biti. Svo seturðu, hvað, hvítinn? Ég set hvítinn eða misu ef ég ætti hana. Já. Leiði þessu aðeins að bralla? Bralla aðeins, bralla alla. Já. En eldarðu svolítið mikið að gælum? Já, ef ég kemst í það, skilur. Það er bara eins og segja maður kemst í, eins og þegar ég var út að sjá var ég voðalega duglegur að prófa. Því þá komst ég alltaf í fest hráefni. Varstu kallanum að gæla fyrir þig á þorskónum eða? Ég gerði það bara yfirleitt sjálfur. Já. Já. Þetta er svo margar gælur sem maður þarf að fá. Þú veist, þetta er svo lítill biti úr hverju þorski. Já, en í þessu, sko, þegar komum með þetta svona, þykka góða rjómasósu með þessu, og þá er þetta svo seðjandi og hollt, það sjálfsögðu. Þannig, nú ætla ég að setja smá rjóma. Sem síð svo aðeins niður. Það er að leyfa þess að malla. Þetta þarf ekkert að vera neitt mikið. Þetta er bara svona rétt til að bleita svo aftur upp í gellunum og hita þær og þá er þetta bara tilbúið. Þetta er bara tilbúið? Já, ég meina þetta er bara, hún bara leyfa henni aðeins að þykna. En þetta er svona mjög algeng aðferð hjá þér? Já, þetta er svo einfalt. Það er það sem ég... Gerur þetta á sjónum eða heima eða eitthvað? Þetta er nú svona hálf spari aðferð. Já, þetta er náttúrulega, þetta er svolítið deluxe. Já. Og smakkar ekki til og setur salt og pipar eitthvað í þetta? Jú, ég yfirleitt seti smá hérna... Þú var að hafa þetta alveg röð. Ég set smá hérna... Hérna skeiðar og salt og pipar hérna, ef þú vilt. Þetta er salt og pipar ekki? Nei, þetta... Gefum við þessu aðeins hérna. Svo ætla ég, var þetta ekki kraftur? Smá kraftur. Segjum bara hálfa TSG krafti. Við erum ekki að spara þetta. Þetta er náttúrulega deluxe. Nú bara hræðum við þessu saman, rjóminn síður niður. Setur hún sáð í þetta? Ég hef ekki gert það, sko. Þú veist, svo farið náttúrulega kryddið af hveitinu og af gellunum sem við vorum að hita á það. Þær eru þarna? Þær eru þarna. Rosalega er þetta alveg magnaður. Herru, ég ætla að setja dassa bara því þú ert að manna mig, sko. Já. Bara dassa sítrónuna. Þetta er sítrónuna alltaf vel í hvaða fiski sem er. Herru, ég ætla að gera svo svakalegur að smakka þessu. Hvernig seturðu þarna gellurnar út í? Bara þegar þetta fer að þykna þess. Þetta er rosalega flott maður. Ok. Bara núna. Þetta er gellur à la gussi. Já. Þetta er bara tilbúið núna. Setjum þetta hérna og svo smökkum við það eftir. Já. Við ætlum að hérna, skal ég segja þér að ég ætla aðeins að spyrja þig meira. Þú varst að 8 ár þarna. Já. En hvað hérna, langaði þér aldrei að fara á sjóinn eða hvað kom til? Jú, það var svona, það sem var fyrir vestan, sko, það var nóg að gera. Já.
þetta er upp á 90, þá er mikið atvinnuleysi í bænum. Já, Þannig að ég hafði eiginlega ekkert í bæinn aftur að gera, þannig var það. já. Leið vel, nóg að gera, Já. hvað vil maður meira? Og mikið af góðu fólki Já, þarna út á fullt, landi. fullt, Og þú þekkir þetta fólk allir þarna. þekkja alla. Og þú þekkir þetta fólk ennþá? Já, Varstu í sambandi við það? megnið af þessu fólki. Ég hef nú ekki farið mikið vestur upp á síkastli, sko. Nei. Nei. Og kallaði þetta Súðavík, segir þú? Já, það heiti Súðavík, Já, og fyrir vestan. fyrir vestan, já. Heyrðu, en áriður góðir, við ætlum að koma inn eftir, þá ætla ég að sýna honum hérna einn rétt líka. Þá ætla ég að hafa kellur í rauðu tæ og þá ætla ég að spyrja hann meira. Svo smökkum við hérna eftir í restina og smjöttum á þessu. Takk fyrir í bili. Áriður góðir, eldhúsmeistarana á sjávarbornum með honum Gussa og við erum að elda hérna Gellur, gellur. Já. Comfort food á ensku, cozy mat. kósí matur bara, Þetta er já. það sem þú eldar heima hjá þér og þú eldar, og við vorum að elda hérna gellur í rjóma Já, og ég ætlaði, við ætlaðum að fá að gera þetta saman, ég ætlaði að búa til hérna gellur í rauðu karrí, svona tæ. já, þú ætlar að reyna að topa þetta eitthvað. Já, ég er svo gaman maður að hérna, ég á konu frá Filippseyjum, ég er rosalega góður tælastömmar. Ég fór eins og til Thailands og bjó til marga þætti þar. Það er rosalega, hvernig finnst þið tælastömmar? Mér finnst hann hentar okkur Íslendingu svo vel, þetta er súrt og sætt, sko. Og svolítið vel sætt, sko. Já, það er eins og það gengur betur í okkur heldur en Já. til dæmis aðra þjóðir, ég veit ekki af hverju það er. Og horfum ég alltaf í myndið Já. á það, herðu, og eins og ég sagði líka, sko, hérna, ég á konu frá Filippseyjum og mér finnst bara maturinn miklu betri í Tælandi. Og ég ætla að reyna að koma því fyrir að vera meira á veturnar úti í Filippseyjum og vera hana. Ég ætla að kíkja á Vietnam og ég ætla að kíkja á Hong Kong og allt þarna í Asíu. Já, og svo þetta dótast Já, og Kambodíu og svona. Herðu, ég ætla að, nú er hún svakalega heitt maður. Já, Hún er með þessu orðin óheitt, þá kælum hana niður. Ég talaði alltaf mikið maður. já. Bladra, vinna meira. Sjöðu, Já, það var að drekka þessu bara. já. Herðu, og ég er með 5 gellur líka. Já, Herðu, sýna okkur aðra útgáfa af þessu. Og svo er það gellurnar líka rosa góða, svona nætursaltaðar bara. já. Ha, ertu ekki sammála því? Ég eins og segi, það er eiginlega ekki tækt að klúðra gellur nema þá bara ofelda þér. Það er eina þú getur gert. En heina gellurnar, eftir hvað er þeim? Já, ég er ekkert svona mikið, ég eldar ekki mikið, ég vil að fá það hráar helst. En ég átti við hínar gellurnar. Já, ég veit það. Kelleringarnar. Já, ég var að tala um það. Þú hefur verið skeiður í kellingum mikið á það. Ég- Og allt annað. En, Ég vil svona segja að það er svona, fara aðeins svona að hjaðma. kæðum Já, bara hægt að nenna alltaf til þetta. Nú, Já, ertu nú svona gammal með aldra á það? Já, ég er bara líka búinn að sjá að það er bara ódýrar að leigja. Leigja? Þá hættur hann að vera með kellingu. Hvernig þarna gerir maður það? Þú hringir bara, það er bara að ferja í blöðin og finnur eitthvað gott númer og svo hringir það bara. Er það til Farið þetta það, já, það er bara heimsend. Ég held að það væri bara til í útlöndum. Nei, Maggi mín, hvað? Ha, Við höfum að tala um Ísland. já. Reykjavík, borg siðmenningarinnar. Herðu, sjáu þið, svo er ég með hérna Thai paste. Ég setja smávegis út í. Herðu, jú, ég set líka nokkara hérna sneiðar á lauk. Aðeins svona með, sjáu þið. Þetta er tælanskt. Þetta finnst mér svakalega gott. Svona gera það ekki í Tælandi. Svo tek ég hérna smá rautt karrí, svolítið vel að því að þið mér finnst það svo gott. Þetta
Það er ekki bara eldheitur andskotinn. Nei. Og svo bara vel að rjóma maður. Það sjálfsögðu. Herðu, svo læt ég þetta malla, svona. Já. Svo set ég líka svona kartöflutinninga, búin að sjóða þá, Já. sita úti, þá er þetta svakalega gott. Manstu ekki eftir tælarska réttunum, kjúklingur massamann til dæmis. Já. Þá eru þau með kartöflur og lauk og hnetur. Já. Sérðu hvað það eru skemmtilega rauður hérna, Já. skal ég segja það rétturinn þegar karrið er komið úti. Svo smakkar á eftir og þú heldur þetta svo sterkt. Já, ég þarf að smakka þetta. Já. Heyrðu, þetta er nú fljótlegt maður. Já, þetta er enga stund verið það. Enga stund verið að þessu. Þetta er bara gúrmei fæði og bara á meðtíma. Já. Heyrðu, og ég ætla að hita þinn hérna rétt aðeins upp aftur því að við þurfum að smakka á honum í restina á eftir. Ok. Heyrðu, en segðu mér hérna, við vorum konur hérna og þú varst byrjaður að fara á sjóinn. Já, ég byrja Þú varst á öllum stöðum í frystihúsinu. Var það ekki hollur skóli að vinna í frystihúsi? Jú, það kendi mér helling bara að komast þarna inn, eins og segja, og komast á milli starfa líka. Já. Fá sko smá nasa þefa af öllu. Ég var aðeins í garðinum þarna í húsinu og frystihúsi. Ég ná því, ég hef alltaf sagt að allir Íslendingar eiga að pröfa að vera í sveit og vinna í frystihúsi. Já, nákvæmlega. Það var skildahólstiður. Skildahólstiður? Já, þá bara vera hluti. 8 ár, það er nú helviti góður tími. Já. Þú hefur verið með góða reynslu og varstu þá að flaka, handflaka? Já, ég fór í það líka, já. Lærði það þarna, gömlu kallarnir, þeir voru algjöru snillingar. Ég náði því aldrei, maðurinn hann var með kannski svona stóran þosk. Já. Og hann rendi svona og svona, þá flaki komið af. Já. Og ég bara, þetta langaði mig að læra, ég náði ekki að meistara. Nei, en þú náðir að heil flaka svona? Já, ég náði alveg að flaka, tekur mig bara aðeins lengri tíma heldur þá, eins og ég sagði þetta var bara, það voru 2 léttar strókur og eins og svo velti hann bara flakinu tilbúinu frá. Já, það eru snillingar. Algjöru snillingar. Búin að gera þetta allt sitt líf. Já, alveg, hann gátti gert þetta blindandi. En segðu mig líka hérna, svo byrjaði á sjónum? Já, svo fer ég hérna eftir snjóflóði 95, þá voru margir sem fóru að byggja. Já. Þá vantaði aflýsingar á sjóinn. Já. Og þá hoppaði ég inn í það og ætlaði nú bara að vera hérna hörkusjómaður, eins og það segir. En svo var ekkert... Byrjaði þá bara dekkinu? Já, og hérna... En ég gekk ekkert að fá þess að kalla til þess að kenna mér að bæta eða í netunum. Nei. Nei, með einhvern veginn leist ekkert á það að hvort þeir voru hræddir við störfin sín eða hvað það var allavega, þá bara gafst ég upp á að reyna og labbaði inn í eldhús og búin að vera það síðan. Já. Já. Og þá byrjaði á netum og byrjaði... Ég byrjaði á trolli bara. Já. Eins og sko, eina sem ég á eftir að prófa það er eiginlega nótin. Ég hef aldrei farið á nót. Þetta hefur mér alltaf langað til að pröfa. Fara á svo smápunga, þú veist, þegar eru kannski 2, 4, 6, 11, fara á. Þetta er allt öðruvísi, sko. Ég hef verið á fraktskipum og ég var fór á skuttogara og svo hef ég verið á skemmtiferðaskipi. Ég á allt þetta eftir. Já, ok. Ég fór nú á túr hérna á Grásleppunni og það var rosalega gaman. Já, ég held að sé bara allt gaman við þetta út á sjó. Það er bara, eins og segir svo, kallar sjórinn alltaf í mann þegar maður er búinn að vera út á sjó. Það fær alltaf svona löngun til þess að komast. Ég er búinn að komast að því hvernig ég kemst yfir það. Þá fer ég hverja einasta sumri og tek þátt í Íslandsmótinu í sjóstangaveiði. Og þá kemst ég alltaf út á sjó svona nokkru sinnum. Þannig að þú heldur þér við? Já, og það er líka samin að bæði áhugamáli mín, sjórinn og stangveiðin. Og færðu að elda aflann þegar þá eftir? Nei, ég get hirt mér í sjóðið en við erum að keppa þannig að það kemur bara niður á þér ef þú fer að stinga undan, það er ekkert sem banna það svona. Þú takir eitt fyrst og svo. Já, en veislumatinn og eftir og svona. Það er bara aðrið þú, ég er svo þreyttur, ég má ekki vera því. Búinn að vinna í 8 tíma og draga 500 kíló. Já. Heyrðu, nú er bara komið að þessu. Já. Við ætlum aðeins að hita þetta hérna upp. Já, það er já. Og svo ætlum við að, heyrðu, ég átti nú eftir að smakka þetta. Já, þú áttir eftir að gefa mér að smakka þetta líka. Já, ég ætla að gá hvort þetta sé ekki alveg hot, já. Já,
það má aðeins bragðbæta þetta, sko. Já, já. Maður logar ekkert hérna, gott að setja smá sítrónu hérna Já. og aðeins salt og pipar og smá sykur. Þeir eru svo flottir í því austurlensku matagerðinni að vera með sykur og Já, sykur er náttúrulega bara krydd. já, og sykur og sýruna. Sérðu, þetta er bara tilbúið. Svo erum við bara flottir, við erum ekkert að setja þetta á disk. Við hérna, er þetta ekki flott? Vildur þú smaka þetta eitthvað meira til eða Nei, ég flott? held að þetta... Sé bara flott. Þetta Ég sé líst bara flott. rosalega vel á þessu sósu maður. Já. Sko, sjáu þið hvernig það er. Aðeins að fá mér hérna hendurnar. Já. Herðu, þá er komið að aðal atriðin að fá að smakka. Hvernig líst þér á réttin? Ég líst ekkert á þetta hjá þér. Það ætla ég að smakka hjá þér. Jú, þetta er alveg... Er ekki eðal? Jú. Þetta er bara hérna, ég verð að fá nefnilega smá gælu líka. Það er ekki nóg, ég var bara að smakka sósuna fyrst. Já. En svo er ekkert, veist ekkert bragðið fyrir hún smakkar á fiskinn. Þar er hún, þarna er hún. Yes. Þú ekki sjóðandi? Jú. Þetta er, eins og hún segir, gellur eru bara algjör snillt. Já, þetta er svakalega gott. Já. Þetta er svakalega gott. Heyrðu, og hvernig er þetta hjá þér hérna? Þetta, er þetta ekki bara gett? Jú, þú voru að Ég held þetta sé alltaf sama, sko. Þekkir það. Já. Það er ekki? Jú. Þetta er alveg svakalega gott. Já, heyrðu, og hvað var aftur í þessu hérna, svona í restina? Þetta var bara gellurnar, steiktar á pönnu. Já. Svo bara Upp úr hveiti. upp úr hveiti, krydduðu hveiti. Já, Svo bara brasar og grænmeti, það sem þú átt. já. Setur rjóma bara eftir smekk og síður aðeins niður. Og svo gellurnar út í aftur. Já, hvítin í þetta. Hvítin, já, bara... Salt og pipar og smá kjöt. Smá kjötkraft ef við þið finnst að sumi vilja bara hafa fiskibræði. Já, það er hægt að setja fiskikraft. Fiskikraft þess vegna. Já, hann er svakalega góð. Hvítin eða misu. Já. Þetta er bara eins og þú segir. Þetta er... Og þau munu hvernig þetta var gert. Þetta var bara steikt aðeins á pönnu upp úr hveiti líka. Og svo smá laukur. Og svo var sett bara rautt karrí, thai-karrí og rjómi og svoðið niður. Salt og pipar, sítrónusafi og örlítið sykur. Já. Ha, Þetta er bara eldhúsmeistarana. Þetta er þetta bara... er bara eldhúsmeistara. Það er það bara. Hefðu hvor réttir betri? Hver var? Ég hef bara... eins og hann sagði, báði betri. Heyrðu, Já. en æðislegt hérna, áhörundu góður. Við ætlum að vera með hérna svona keppni. Við verðum með Facebookar síðu sem heitir hérna Eldhúsmeistarana á Facebook og þið getið sendt inn uppskriftir endilega af fiskréttum, gellum eða einhverju og það má ekki vera meira en 2 mínútur og þið sendið þetta bara inn á Facebook og takið þetta bara upp og setið þetta á YouTube, þetta er alveg svo auðvelt og við komum þessu áfram. Sem sagt Eldhúsmeistarana á Facebook. Eigum við ekki bara að þakka fyrir, þetta verður bara rosalega flott. Jó. Og þetta verður sko, við verðum með fleiri þætti. Já, er það ekki? Þetta, við erum rétt að byrja, ég Já, menna og við þú ert þetta... ekki búinn að segja með neina krassandi sögur og... Mestalagi halva legasögu. Já, og gellurnar, þú sagðist bara leigja þær Já. og borða þær í rjóma. Já. Rjómalaga gellur, bara ljúffengar. Heyrðu, við þakkum fyrir og bara, við sjáumst bara næst, sem sagt Gussi, Já. Gunnar, hversson? Jónsson. Gunnar Jónsson Já. og Magnús Maggi Eldhúsmeistarana. Já, hversum ekki bara... Já, á sjávarbarnum og við erum að elda huggumat. Já, nei, kósímat. Kósí. Þetta er bara
Já. Þú veist, bara sest niður bara og þú bara, þér bara líður vel þú Já, bara að borða. heyrðu, og þetta er ekki smá smíði hérna á þessum köllum, sko. Nei, þetta er hérna, Ég var nú alltaf myndalegur, þú slær mig við, þú ert ennþá myndalegur en ég. ég veit það, eins og segi, ég get Alltaf verið lítið. svona flottur. Já, ég get lítið af þessu gertnaki, það Nei. er bara þannig. Nei, Ég fætti svona já, fallegur já, og hérna, eins og segi, það er náttúrulega ákveðin vinna að viðhalda þessu. já, það er erfitt Það er erfið stundum, já. Já. Stundum það maður bara virkilega að taka sig á. Já, heyrðu, Já. svo hérna komstu til mig hérna í hlaðborðu, byrjaðar á hlaðborðinu í sjávarbarnum Já, og fæstar að borða. já, Svo sagði ég bara í gríni, ég vilti ekki einn tvöfaldan hérna Texasborgara með bacon og eggi líka í dessert. jú, já, já. Heyrðu, ég held að það fór slétt með þetta Ég maður. sé bless að ég kom með Multi Challenge, Já, ég náði því ekki. Nei. Þá var ég svo slappur. já, Þá var ég nýstíðin upp á veikinu. Já. Þannig ég á eftir að koma aftur og taka þetta. Já. Negla það helvíti. og taka nautasteikina. Já, heyrðu, já. Það gat enginn tekið hambúrgarna, það var alveg, það voru 75 sem reyndu, Já, eitt sem náðu, það var Hafnfirðingur. já, sjálfsögðu. Einhver sundtittur, smá nabbi, 70-80 kíló. Já, já, já. Einhver tittur. En það var gaman. Áhorfendur góðir, fylgist með okkur á eldhúsmeistarana. Elda kósí mat á sjávarbarnum. Takk fyrir!